og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig á Instagram og á Facebook líka undir merkinu Gunnhann, eða undir nafninu Gunnhann. Í síðasta þætti tók ég viðtal við Matthildu í Vestmannaeyjum. Það fór ekki betur en svo að þegar ég setti þetta út á YouTube-rásina að þá vantaði seinustu 3 mínúturnar. Og þannig að þetta viðtalið það kliftist bara allt í einu. Bara stoppaði allt í einu. Ég fattaði þetta ekki fyrir kvöldið og þá voru ansi margir búnir að skoða myndbandið. Ef að þú hefur hort á þáttinn að á sunnudeginum og fannst þetta enda eitthvað skrítið, kíktu þá á þáttinn aftur af því ég sett hann inn aftur og þar alveg endirinn. Þannig að seinustu 3 mínúturnar lokinn sem að vantaði. Mér finnst þetta rosalega leiðilegt en ég ekki tæknitröll og var eitthvað ekki alveg í sambandi þarna í hádeginu þegar ég var að setja þetta inn á YouTube og klikkaði þá svona, en ég læri af þessu og Matthilda, hún tók þessu nú vel, hún fyrirgaf mér. En svona viðtöl, mér finnst þetta að vera svolítið spennandi og þannig að ég sé ekki bara alltaf ég hér ein að blaðra eitthvað mína handafinu, heldur að fá að sjá, svona skyggnast inn í hvað aðrir eru að gera. Og maður lærir alltaf af því og það gaman að sjá ýmiss konar handverksfólk á störfum og hvað það að gera, hvers konar verk þau að vinna. Mér finnst það mjög spennandi. Þannig að ég með svona sett upp svolítið lista og á eftir að hafa samband við fólk og athuga hvort að það sé til í að tala við mig. Ég búin að klára einn hlut síðan seinast og það þessi peysa sem búin að vera verkefni mitt núna í sumar. Hvernig snýr þetta? Hún þessi. Eins og þið kannski sjáið að þá hálsmálið svolítið vítt. Þetta var prjónað í stykkjum og ég saumaði bara framstykkin saman. Og þegar ég var að vinna þessa peysu þá var ég alltaf svona að bera hana við mig og eitthvað. En hálsmálið varð svolítið sítt og vítt. Þannig að þegar ég fer í peysuna að þá ég svolítið hrædd að þetta eigi eftir að leka niður af öxlunum og ég svona að hugsa hvernig ég get bjargað þessu. Hún búin eins og hún núna en ég þarf að laga hálsmálið. Þetta alveg svaka stórt og mikið. Ég var að hugsa ég kannski prjóna eða hekla eitthvað sem að fer í vaffið neðst. Ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að gera þetta, en það verkefni fyrir næsta þátt. Að klára þessa og þá sýni ég hana fullgerða. Þegar ég var á Skals fyrir 10 árum síðan, Skals handavinnuskóli í Danmörku og ég var þar í 6 mánuði. Þegar ég var þar að þá vorum við að vinna svolítið mikið með rammalím. Það að segja að við vorum með myndir og af pappír sem að eftir ákveðinni aðferð þá yfirfærðu við myndina yfir á efni. Og mér fannst þetta að vera svolítið skemmtileg aðferð og hef gert svolítið mikið af svona, hef leikið mér svolítið mikið með þetta. Og einnig hef ég hélt í námskeið í þessu, bæði fyrir textílkennara og aðra. Ég hef gert svo sem nokkur verk. Hér til dæmis eitt. Þetta nótnablað síðan ég var lítil. Og ég held ég að vera 8-9 ára þegar ég var í svona kórskóla í Háteigskirkju. Og ég fann þetta í nótnabók og setti það á efni með rammalíms aðferðinni. Hafði saumað svo þetta hjarta og skellti því á og í ramma. Ég hef líka notað þetta svolítið í svona verkefnatöskur
ég hef sýnt ykkur það hérna áður. Síðan ég með svona nokkra búta sem að ég á eftir að vinna, full vinna úr, til dæmis eins og þennan hérna. Veit ekki alveg hvað ég ætla að gera úr því. Og hér annað nótnablað sem að ég setti á efni. Og þetta sem að mamma mín skrifaði og ég eftir að finna eitthvað fallegt verk til þess að nota þetta í. Hér Sudoku sem að ég var búin að fylla út í og ég var að sauma nokkra stafi með útsaum. Gera svolítið svona pæng eitthvað. Eins og til dæmis ég var að byrja aðeins í gær á þessu hérna. Hérna svona stafir. Ég held þetta sé nú ekkert, þetta ekki engin orð sérstaklega, en ég byrjaði að sauma aðeins svona út í nokkra stafi. Og ætla að halda því aðeins áfram. Og ég fann hjá mér líka núna þegar ég var að kíkja eftir hvað ég ætti, að þá fann ég svona stærra. Og þetta verður eitthvað. Þannig að nú ætla ég að fara að klára svolítið af þessum rammalímsbútum mínum sem að ég búin að eiga hérna. Ég alveg með rúllu fullt af einhverjum myndum sem að ég hef sett á efni. Ég ætla nú ekki að nota allt þetta. Sumt af þessu var líka bara svona sýnishorn fyrir námskeiðin sem ég hélt. Og ég var svona að prófa hitt á þetta. Það var ekki allt sem heppnaðist. Til dæmis eins og hérna. Það sjáu þið, það er ekki alveg, það hefur farið svolítið af myndinni hérna. En mér finnst það allt í lagi. Það gefur þessu bara aðeins meira svona líf. Og það spurning hvort að ég geri eitthvað úr þessu. Ég var búin að sýna ykkur daginn skyrtuna sem ég vann upp úr þremur skyrtum. Og ég ætla að halda áfram með svoleiðis verkefni. Ég með hérna 4 svona bláköflóttar skyrtur. Og ég ætla að gera svona skyrtu, mussu eða kjól eða eitthvað úr þessu. Ég búin að geyma þær hérna inn í skáp, örugglega í 5-6 ár eða svo. Þannig að það alveg komið tími á að vinna úr þeim. Ég á svolítið mikið af alls konar dótarí hérna niðri í vinnustofu. Og ég alltaf að reyna að vinna svolítið úr því. Og ég eiginlega komin núna í straff með það að kaupa mér efni eða eitthvað. Ég verð að vinna úr þessu sem ég á hérna. Ég hef nánast ekki hent neinum textíl, hvort sem það föt eða rúmföt eða eitthvað sem úr textílefnum eða gamla peysur eða hvað það er. Ég búin að vera í mörg ár að hugsa endurnýtingu og að búa til eitthvað nýtt úr því sem að ég hætt að nota. Hef gert ýmsar flíkur upp úr gömlum flíkum og ég sem að leggja svolítið meiri áherslu á það núna. Við þurfum að fara að hugsa allan þennan textíl sem við erum að láta frá okkur. Við erum hætt að nota einhverja flík og þá fer hún í rauðakrossgáminn, en við þurfum að nýta þetta betur. Og ég ætla að sýna ykkur núna í vetur ýmislegt sem ég vinn úr þessum gamla textíl sem ég búin að sanka að mér hérna heima. Og vonandi fáið þið þá einhverja hugmyndir að verkefnum sem hægt að vinna, sem að þið gætið unnið. Við þurfum að fara betur með textílinn. Þó að við séum hægt að nota flíkurnar, að þá hægt að gefa þeim annað líf. Já, ég tek mér svona stundum til og kíki í einhverja hillur eða skúffur eða eitthvað svona hjá mér og athuga svona hvað það er sem að ég á
og að tóku til að fá einhverja hugmyndir eða svona, já, eitthvað svona sem að ég myndi vilja vinna úr. Og til að mynda þá var ég að kíkja hérna í eina hilluna og þar fann ég bunka af efnisbútum. Þetta er allt, mest allt svona óbleiðaléreft sem hefur verið stenslað á eða hérna var svona hveitibatik. Hérna hafði ég sett svona fixatíf, þannig ég sprautaði lit á efnið. Svona sjá. Svona. Mikið af þessu voru svona tilraunir áður en ég fór að kenna þetta niður í skóla. Og svona sýnishorn sem ég notaði fyrir krakkana. Þetta er líka fixatíf sprautun. Hérna var ég að tók ég úr stensli. Fór ég að stensla, þá var ég með svona stensil, stafarstensil og ég skellti á svona einhverja búta, svona afganga, nei, þetta sneri við stöfugt. Þegar ég var búin að láta krakkana vera að þrykkja eða nota taumálningu og svo var einhver afgangur í bökkunum, að þá stundum eftir kennslu að þá skellti ég á svona búta. Þannig að ég er búin að geyma þessa búta í nokkur ár og hérna finnst mér líka svolítið skemmtilegt. Hérna var ég að þrykkja á. Þetta er allt svona mismunandi svona áferðin, hversu mikla málningu ég var að nota. En ég sem sagt var að kíkja á þetta og ég sagði nei, nú ætla ég ekki að setja þetta aftur upp í hillu, nú ætla ég að gera eitthvað úr þessu. Fullt af alls konar bútum og ég var að spá í að gera kannski einhverja taupóka úr þessu og eitthvað annað, það kemur í ljós. En sem ég segi, þá ætla ég ekki að setja þetta aftur upp í hillu, ég ætla að vinna úr þessu. Þegar ég byrjaði með þessa þætti mína á YouTube, að þá endaði ég alltaf þættina á því að setja á mig áskoranir og það gekk nú svona upp og ofan hvort að ég stóðst þær. Ég hef ekki sett neinar áskorun á mig núna undanfarið, en ég ætla að gera það núna og það er eins og ég var að tala um áðan, að þá er áskorun fyrir næsta þátt, það er að vinna eitthvað úr þessum lituðu bútum, þrykktuðu, stensluðu bútum og að gera flík úr þessum skyrtum hérna. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir 2 vikur.